Það geti ekki í máli maður. Herru, yeah boy. Okay, Þetta er því fucking pirrandi að byrja þá, ef einhver var að vakna. Ég hef mögulega slökkt á þettinum, sko. Það. En veistu hvað er líka þetta að gera? Hvað? Annarkur getur maður sem slökkt á þettinum eða notað þetta langa óhljóð sem ég gerði til að setja síman svona upp í munnin og gera svona Viltu að gera það einu svona enn fyrir? Ætli byrja allum að setja, ef það er að hlusta í síma að setja þá síman upp í munnin, hátalaran og hreyf og þá er líka að gera svona ok. Ég fatt það. Yeah boy. Þarna... Ertu til í þetta? Já, það er eitt sem ég ætla að spyrja út í. Hvernig var þetta gíslamark þetta með? Herriði, geðveikt. Bara... Já, það var svolítið kúl. Geðveikt. Mjög peppaður. Þetta var... Þú er búin að horfa? Þetta horfður á viðtalið og... Eða... Nei, ég horfður svo bara atrið. Á atrið. Ég ætla að byrja þá að spyrja þig, hvernig fannst þér atrið? Mér finnst það kúl. Þú veist, ég er náttúrulega, þú veist að einu tónleikarnir sem ég fara á er tónleikarnir mér. Já, þannig að ég er ekki... Hefur aldrei að fara á okkur fræjun, eitthvað? Korn eða eitthvað? Já, þú veist, og finnst þú að segja, ég fór á báða korntónleikana. Það? Já. Það var eitthvað, ég fekk eitthvað frí með að setja sýningunum og bara, ég fór síðan líka á Ray Sremmert. Varstu að syngja, eina sem ég kann með korn er að syngja með gítarnum. Nei, það er eitthvað annað. Are you ready? Hversu krynd, hversu glata. Þetta er svo algjör snild. Manst eftir Limp Bizkit? Ég veit, þú veist, manst eftir Limp Bizkit. En þeir voru bara Rollin'. Nei, og síðan lagið hérna Mission Impossible. Some days you wanna wake up. Hvernig var það? It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everybody sucks. Everything is fucked. And you wanna mesmerize ripping someone's head off. Svona var textinn og maður var bara sem úlingur bara, yeah, ripping someone's head off. Já, þess að maður fannst þetta svo, ég verði veikina, mér varst Fred Durst bara fokk svolur, sko. Já, maður var eitthvað svona kílut í lofti og hlustaði þetta. Já, basically. Ég man svo vel eftir að ég, það var einmitt Limp Bizkit. Kíli kotta sinn og ég myndi að segja að það væri eitthvað sætugaur sem að náði í gælunar, skilur. Nei, þú veist, ég er alveg með actual sögu af Limp Bizkit. Þetta var, foreldrar mínu var í sumarbústað. Okay. Og ég og félag minn voru ekki eitthvað svona heima, þú veist, við vorum í, þú veist, hvað, gamlir 12 eða eitthvað. Já. Og foreldrar mínu fara í bústaðan og við erum einir heima. Og við ætlum bara eitthvað svona, við varum bara 12 ára, það var ekkert sem við varum að gera, við ætlum bara eitthvað feluleika eða eitthvað, The chocolate starfish! Já, en við vorum með eitthvað svona Limp Bizkit lag bara á, ok, eru þið farin? Og íttum á play, og svo vorum við bara svona að dansa, og það endaði þannig að félag með svona hoppaði eitthvað á rúminu, þannig að hann fekk nýja í andlita á sér, þá varstu svona ít á pás. Við svona sprungna vör Þetta hringja, mamma henni og pappa snúa við og bústaðnum komið tilbaka. Það var einn heima 12 ára yfir helgi. Þú veist, hérna var bróður minn heima, sko. Hann var í kjallaranum. Hann var trölli í kjallaranum. Hann var alveg þannig, kom upp og alveg brókaði ykkur okkur svona. Nei, vá, þú náttúrulega þekkir hann aðeins. Enga vinn, hann fór bara upp eitthvað svona get nice og eitthvað. Já, þið voru basically inn heima, skilur við? Já, basically. Þú veist, á hann var ekkert eitthvað, þeir hætti að bora kjöks. Nei, ég meina, hann var mjög mikið bara í kjallaranum, sko. Og sem bara upp svona eitthvað aðeins að fór svo geta og stökk niður. Já. Og heyrðist ekkert, hann var alltaf að horfa okkur bíómyndum með eitthvað heimabíó og eitthvað. Já. Það ég fyndi pælingina... Ég strax búin að gleyma hvað vorum að tala um undan. Tónleika... Nei, við vorum að tala um Gísla Martin. Já, Gísla Martin. Vá. En það sem ég ætlaði að koma inn á þar er bara að ég er ekki það mikið fyrir live hluti. Ég er alltaf að komast meira og meira, ekki náttúrulega bara íþróttuviðburði, sko. Mér finnst... Þú veist, ég er ennþá bara, ég var samt til tónlistavídeó, en... Já, en ég er þannig að ef þú ætlar að sýna mér live upptöku að einhverju, þá er eins gott að listamaðurinn hafi sé að gera eitthvað nett, eða það sé eitthvað nett fyrir augað. Já, ég minna þetta var alveg visual, skilur. Það er alveg máli. Stella Rosenkrantz, sem hefur tekið þáttina með okkur, við hittust fyrr í vikunni og síðan er þetta bara, við setjum bara niður,
hún kemur með reffa, ég kemur með reffa, síðan er þetta bara brainfart, blablabla, síðan fórum við niður í RÚV, hittum Úlli í í sviðsmyndadildinni, segir maður ekki, jú, séum svona sviðsmyndir fyrir RÚV, algjör fucking snillíkur, fyrir þangað, hann er bara, já, ég getur gert þetta, ef þetta er inn í budgeti eitthvað, síðan er þetta bara back and forth pælingar, og síðan náttúrulega, sko, getur ekki sýnt myndina inn á Instagraminu mínu farin á Instagram og svo fyndið, þar sýni ég sko ferlið í mjög grófum dráttum ferlið að því hvernig við byggum til datri og þetta er fyrsta tekníkin sko, ég sýni hana bara hérna. Já, ég sá þetta, ég elska allt svona. Er þetta nýjasta pósturinn bara? Nei, næstu hinn er CBD plugin it ok, þannig er það, ok, farið í mynd nummer 2. Þetta er svona logout, þannig er fyrsta einhver Óla Prikalla með svo geði ekki dítar, það er svo halda á dicks. Já, hvað er þessi með? Þetta er keyboard. Já, þetta er skuldla. Svo hana lengst til vinstri, þetta er svona halda á okkur fucking dick. Og þessi með banjo. Já, og síðan fyrir næstu mynd. Og þessi bara með tips, lágandi. Er þetta þrífótur eða er þetta mannarskja? Hann á að vera sitjandi. Síðan sko, býtum við áður fyrir næstu, býtum ekki það. Ok, ég bað vinn minn að gera svona 3-vítar líkan fyrir mig. Af atriðinu. Nema, hann hafði ekki tíma. Þannig ég fór sjálfur og bara eitthvað free 3D SketchUp, eitthvað online og ég gerði næstu mynd sjálfur. Og þetta er fyrsta sem ég gerði 3-vítar fórhandi. Þetta er samt alveg legit. Pretty good, síðan fyrir næstu mynd. Er þetta sad face gæinn? Þetta er bara ég googlaði bara eitthvað man with a guitar og síðan fekk ég eitthvað stokkt af mig og svona, þetta er bara svona ferðlega í hvernig þetta var til, skilur og síðan fæði bara loka myndina næstu outfitið úr húrra fucking illað er þetta Carhartt og Nike shoes já, þetta var ógeðslega gaman það er svo gaman að gera eitthvað aðeins öðruvísi og ég held þessi pott mjög gaman sko hvað, þú veist, en var þetta ekki bara þú veist hvað, var þetta vikan sem fór í þetta? Já, ég líka, við leiðum okkur alveg nostra við þetta sko, því að það er ekki eins og að sé eitthvað mikið á öðrum giggum. Þannig og síðan er þetta Legendary Crew sko, þetta er Þormóður sem að The Hitmaker lengst til hægri, síðan þetta Maggi, Magnús Jóhann, Karin, systir mín, Helgi Sæmundur og Reynir. En hvað, þessi Úlli, er hann sérst að vinna fyrir Gísla Martein, eða? Já, hann bara vinnur upp í RÚV, bara hann er bara gauðir sem gerir allt, skilur en síðan, við erum að tala fær semst atriðið þitt fær atriðið þitt semst bara eitthvað svona budget já, fær budget Nei, þú veist, ég fæ ekki eitthvað þú mátt að auða 2 milljónum þetta er miklu meira svona, hei, hvað langaði að gera og við skoðum hvort að það hitti budget, skilur já, en síðan fá við öll bara að borga sama allir sem koma fram, ég fæ jafn mikið og þú veist, Þormóður og ég vissi ekki að fengi borga fyrir þetta að fá allir borga fyrir að koma fram, sko Vá, ég vissi það ekki og líka þetta verður bara freebie ég held það, þú veist að það væri bara að vera svona spyrja ykkur, langar ykkur að en þú veist, ég fíla líka að allir fáið bara sama, skilur, allir sem mér finnst það svalt, skilur, ég bara hélt í alvegni, en ef þú ert bara viðmælandi hjá hann það var ekki borga nei, ok ég er samt sko veistu hvað það er aðeins öðruvísi já, en ég hef átt þessa spurningu við sjálf mig að ég hef bæðið fengið borga fyrir að fara viðtöl og ekki og mér finnst oft skrítið að fara í viðtöl og fá ekki borga fyrir það ef ég, veist, og ég er ekki að tala nú erum við alveg rífum okkur burtu frá Gísla Marteini, skilur og ég átt mjög bara fínt ég spila náttúrulega 4 sinnum í þettinum og mætt 2 held ég í settið eitthvað að spilla, að dýrka mér finnst það góð þettir, mér finnst það bara algjört svona laid back, hvað gerist í vikunni, hlæ, við erum Íslendingar, við erum heilt þetta er líka alveg svona geðveikt svona traditional svona þettur já, ég meina, ég held mér finnst það bara algjör snilt þetta er bara Jimmy Kimmel já, nema í, þú veist meira þess að í minn, þetta er svona meira vinalegt, þetta er miklu meira bara það er einn listamaður, það er bara einhver sem er að gera eitthvað skilur, og oft er eitthvað lið sem er kannski þekkt en það er ekki frægt þú veist kannski ég horf svo lítið á þetta, ég horfi bara á þetta við bústa sko.
Já, þetta stundum er að með kannski, lið sem bara margir þekkja, skilur bara einhver gaur sem kannski á einhverja búðu eitthvað sem að þetta alveg þannig líka? Þetta ekki bara alltaf frægir, nei. Já, svona, þessi allra frægustu. Bubbi, hann ekki alltaf þarna? Bubbi hefur verið og þú sé einhverja klippur á honum og það bara margir, það öll flóran af fólki hana, sko. Síðan finnst mér bara Gísli góður í því sem hann að gera, sko. Já, hann úr sama skóla og ég. Þú veist það svolítið? Hvað skóla? Ok. Já, ég veit ertu að tala grunnskóla? Já. En þú veist, nú getur fólk bara fundið út hvað ekki grunnskóla Gísli Marteinn var í. Bara eitthvað flettir upp. Ok. Nei, þetta var menntaskólinn. Já, þetta var menntaskólinn. Já, það var leikskólinn. Nei, En veistu hvað? Ég fíla hann. Eitt geðvitt. En við komum aftur inn á að vilja fá borga fyrir viðtalinu. Ég til að spjalla það, sko. Ég skrifa það þá niður, þegar annars munum við aldrei motherfucking tala. En munum eftir að horfa á listan. Ég ætla að segja að síðan vorum við hann í viðtali og ég fór eitthvað aðeins að tala CBD-olíuna. Já. Motherfucker, hvað síminn pífti eftir viðtalið. Já, það. Ég fæ svona ka-ching hljóð. Þetta með Shopify síðu það? Já, og þá heyrist ka-ching í hvert sem við seljum, sko. Ég er bara svo ánægður fleiri að koma á CBD-vagnin. Það er beautiful, sko. Ég er bara full að trúa þessu, sko. Ég held að verði, ég hef haldið með CBD þú veist, leið líka og færð, þú veist, eitthvað svona gúmibitni eða súkkulaðiplutur eða eitthvað þannig og líka mest þetta brand alveg cool, skilur með logo og svona og ég held í alvörunni að það verði til risa fokkin svona CBD fyrirtæki, sko. Ég er bara ennþá að reyna að semja við stjórnarformenn Birtu CBD að gefa aðdáendum podcastarnas almennan afslátt, sko. Er það ekki það? Ég er að vinni það kemur innan skams. Ég þarf bara að ná að semja það sjálf á mig. Nei, er þetta ekki líka bara er þetta ekki svolítið svona bara once you try it? Hvað er tími? Þú veist, bara leður bara að pröfu þetta. Once you try it, you always want to buy it. Once you try, wow, yeah, you can't deny it. Það var það sem ég ætlaði að segja. Okay, cool. En má ég spyrja aðeins út í af hverju, þú veist, finnst þér svo að það er borgar við tala, skilur. Og það er ekkert að megin, ég er ekki að horfa á þetta eins og þú sért eitthvað svona á háumstalli eitthvað. Nei, setjum þetta bara nákvæmlega í samhengi, bara MC Gauti að spila, MC Gauti viðtali. Oft bara mikilvæg meiri vinna að fara í viðtal, skilur. Að spila, auðvitað, sko það sem að fólk sér ekki þegar maður spilar er þetta, soundcheckið, æfingarnar, semja, allt þetta dæmi. En það fólk mæti líka í viðtal og eigi tímana sínum og þú veist, hvað eru margir eitthvað svona þættir á Stöð 2, eitthvað sem heitir eitthvað svona glamra með gilla eða eitthvað það sem að fólk er eitthvað það sem að fólk er eitthvað veistu hvað er það, mæti eitthvað spurningaþátt og eitthvað fá allir borgað fyrir þetta? Nei, það fær engi borgað nema maður fór bara eitthvað bjöldbræði sem er að stjórna þættinu með eitthvað, skilur við? Já, þetta er en mér finnst það regluna að vera svona ef ég er að koma að plugga þá finnst mér eins og ég ekki að fá eiga rétt á því að biðja um hluti. Já, ef þú mátt ekki plugga þá áttur að borga fyrir það. En síðan er þetta samt bara ég myndi aldrei segja eitthvað ef einhver myndi segja, að koma að vera 500 skall. Nei, ég myndi aldrei vera eitthvað ég þurfa að fá borgað. Myndi ekki frekar bara segja nei? Nei, ég myndi bara segja örugglega já. Og málið er, ef mér langar ekki í þáttinn, þá segir ég nei. Ef mér langar í þáttinn, þá segir ég já. En það er alltaf að þreifa fyrir sér og spyrja bara hvernig prógramið er, skilurðu? Erum við, hvað er að fara að eiga sér stað? En þetta er bara, þetta er bara loðið og grátt svæði. Það er ekki, og þetta er líka vandamál oft með... En heldur þessi Jimmy Kimmel og svona að þeir sé að borga fyrir? Ég held það, já. Eins og Kali og sástu það? Já, það held ég. Nei, samt ekki, ég veit ekki. Það er náttúrulega fucking feitt plugg. Og séu má ekki gleyma einu, ég að spila í Gísla Marteini, hann fær pluggið að vera með tónlistaratri, en ég fær líka pluggið á lagið. Þetta er win-win situation. Þessna er ég að spá í með, þú veist, einmitt að greiða og svona. Og því ég fatt alveg, ok, þú ert að fara að gera listina hérna, fær borgað. En svo þú tekur bara, mér langar að tala bara um manneskjuna þig, skilurðu, að þá finnst mér einhvern veginn aðeins öðru í þessi að, ég myndi alveg skilja þetta að það væri bara stanslist, þá væri bara hringið 10 sem í því og bara, ég get ekki farið öllu viðtölin og það bara hægst. En það er samt bara, þú veist, maður fær miklu fleiri fyrirspurnir en þú heldur.
og kannski ekki varðandi live television en bara viðtöl, podcast fólk að senda Er mikið að vera að spyrja það núna? ég veist bara, já, bara eins og dæmi bara svona podcast og fólk í skólaverkefnum að gera eitthvað svona, ég er að gera tónlist eða eitthvað svona, eða neina að senda frængu minni ammælskauðu eða þú veist. Á hverju skráir ekki á hana Cameo? Ég bara, I'm working on it sko. Hefur eitthvað spáðið að gera Ég er búin að velja þetta mjög vel ég nenni ekki ef fólk sendir mér ammælskauðu þá, sérstaklega eitthvað lið sem er ekki að followa mig skilur og er, myndir ekki bara byrja því að followa og síðan spyrja nákvæmlega, hvað er þetta, þú veist bara þú ert ekki fucking loyal og ég á að fara að senda einhverju fucking frængunni sem að mér er alveg drullu fucking saman um einhverju fucking ammælskauðu en ertu ofta að gera þetta? Að senda ammælskauðu? Síðan er ég líka með sko ég veist ekki, ég nefnilega máli er það sem ég er svo cool við ég er bara hvað sér cool það sem ég er svo cool við, þú veist og það því að, ég er náttúrulega sagt ykkur með að vera rappari töff vinna já. Og að vera, þú veist, frægur og geta glatt eitthvað bara með eitthvað, þú veist, það er ekkert mála hæ, bara til hamingju með daginn það er mál ég kaupi, þú veist, fyrir mig, ég er ekki bara leiði að setja upp selfie-kam eða er bara eitthvað setjum þetta bara saman ekki random gaur, random númer bara allt í hennu bara 849 eitthvað, þú veist, ekki sem þú ert með seifa í símaðinn hringir í þig eða sendið skilaboð og segja svona, getur verið hátt í 10 sinum á dag þar sem að SMS-in er bara hei, nennir að taka upp símaðinn og hætta nákvæmlega því sem þú ert að gera núna til þess að senda ammæliskveði ég skilði, en eins og ég hugsa þetta bara er, þú veist, ef ég hefði tíman og þetta væri að glæðja eitthvað þú veist, á svona svört og hvítu er þetta ekkert stórmál, bara taka upp síman og þú veist það alveg, en ég fatt alveg hei, ef þetta er ógeðslega mikið og þú bara gera allt annað shit og auðvitað, ert ekki að gera þetta en ég bara spáði, þegar það kemur síðan það er döðu tíma út eitthvað skoða síma sér eitthvað svona message, gerir ekki bara Jú, ég reyni ég var séð að gera það ennum daginn ég vil líka bara vera næs auðvitað vil ég bara, og ef fólk er eitthvað eins og þegar fólk er að þegar fólk er að deila lögunum mínum í story og svona, þú veist oft deili ég því og stundum ekki en ég reyna allavega að þakka fyrir mig, skilur bara hei, takk fyrir að fucking peppa, minnst ekkert sjálfsagt það er ekkert sjálfsagt sko. Minnst ekki sjálfsagt að fólk fari inn á Spotify eða YouTube eða eitthvað og séri dótinu og takki mig og þú veist, að því minnst bara ég er ógeðslega þakkláttur fyrir ykkur öll, skilur sem er að þetta er nefnilega crazy sko sem er að fucking peppa, skilur en þetta er líka sem að mér finnst þetta bestu auðlýsingarnar. Mér finnst það mér finnst það auðvitað kaupa ads og koma sér í fjölmiðla og allt það gerir eitthvað, en bara svona alvöru skoðanir fólks, þegar fólk er að peppa eitthvað því það er bara svona í alvörunni fílar eitthvað skilur organic shit herru, hvað ætlaði ég að segja? Ég skrifaði niður einhverjar 2 hluti á hann sem mér langaði svo að segja ok, hvað með það? Ég sé með eitt sem okkar ræðum það er já, herðu, já, þetta er nú ekkert stór saga ég var að keyra í gær ég var að keyra í Vesturbænum okay. Geturðu sett á svona frumskóarhljóð at night já þannig það er svona engisbrettur og eitthvað ok, I like it sett á frumskóarhljóð fyrir mig og síðan segja svona ok, getur líka sett á eitthvað svona pínu spennandi I get you intense music svona má ég bara fá tilbúð já það er ég að keyra í Vesturbænum í gær og ég er að keyra á KR-heimilinu og ég er að keyra í róleitum og Olli er aftur í og við erum bara eitthvað góð chili þetta er aðeins svo spennandi ég líka, af hverju frumskólu það kemur ljós þetta gerast kvöld já, og ég skil þig þetta fyrir mér næsta lag í þessu vídeo ég held þetta ætti frekar að vera romantic ok og testa það, bara til að finna væpi í sögunni elska þetta frumskólu já, svona er í Vesturbænum já, en ég fann eitthvað instrumental þetta romantic ok, hérna you got this? I got this ok, já, hann er að tassa saman
Ok, þetta allt í þessi saga, ég bara eitthvað, wow, ok, shit, þetta einhvern tensa, núna þetta bara eitthvað, og kistist þér síðan bara. Ég og sonur minn. Ég hafa bara pappakoss. Ég bara gleymast með sínin. Við erum að keyra. Við erum að keyra í Vesturbænum. En bara pappakoss. No shit, bro. Ok, svo sigla burtu frá þessum hræðilegum jókum sem við erum að gera. Við erum að keyra í Vesturbænum. Við erum að keyra á KR-heimilinu. Og og við erum bara chilli og ég lít svona kringum mig og það er eitthvað börn að leika og það eru börn í KR-búningum og ég sé fólk með barnavagn og veist hvernig, þegar sólin er komin og dagurinn er að enda og það eru allir svo fucking glaðir. Já, ég veit það. Grilllykt í loftinu, ég hef með rúðuna niðri, ég fann bara svona Bernes fíluna og eitthvað svona grillfílu og grilllykt og ég bara, frekar glaður, skilur. Ég var að hlusta á Childish Gambino plötuna frá 2016. Hún er vibe. Hún er mega vibe, summer vibe. Herri, og ég er að keyra fram á KR-heimilinu þegar ég sé litla mús. Nei. Jó, pínlítil mús. Sem kemur bara og ég heyri hljóðin. Ég heyri það ekki, skilur, ég er inn í bíl, ég er að keyra og svo mér aftur, skilur. En ég sé músina og mér langaði svo að segja, Olli, segðu músina. En hann er svo í barnastól aftur, skilur, sér ekki fucking neitt. Bara sér valla út af rúðuna, skilur, hann er bara alltaf að horfa upp í himininn. Ég held ekki að sjá þetta, hann er bara... Herri, og músina er að fara yfir og ég staldra og ég stoppa bílinn, það er engin umferð einhvern veginn, bara fólk í kringum og ég horfa á músina og er að dásta henni, af því maður sér vanlega rottur í Vesturbænum. Já. Herri, síðan bara... En var hún stoppara fyrir fram eða? Ég bara á veginum fyrir frammi, skilur. Ok. Og svona treysti bílnum, skilur. Jesus. Hún myndi ekki bara fara undir hann, en ok. Herri, á meðan ég er að horfa á fucking músina, kemur motherfucking ass máfur og bara svona... Nei! Nú getur þú tekið rómantíska lagi át. Ándu finnst þetta fucking pirrandi. Sést hann hvað við áttum bara moment en það var að segja þessu sögu. Herðu, og síðan sé ég þetta gerast og strax heyri ég bara svona David Attenborough svona The Life of the Mouse. The Life of the Mouse in Vesturbæ, Reykjavík. Eitthvað svona dæmi? Ég elska þetta lag, við þurfum að spila þetta oftar. Kom í alveg máur og borðaði músina fyrir framan augun þér. Já, og veistu hvað? Ég held að það hafi gerst. Hvað? Mögulega hélt máfurinn að músin væri franskar eða pizza. Ímyndaða vonbrigðin. Hefur einhvern tíma síðan máf borðað eitthvað annað en bara ælu eða fucking frönsku eða pítsu eða whatever? Nei, ég verða vikin, ég sé eða bara máa þarna fyrir það metro. Ég hugsaði líka, hvað er fokkanum með máfur að gera í Vesturbæ? En hvað er líka, þú veist... Það er ekkert fucking metro, skilur. Ég er samt verið líka að confessa... Það er engin sóðaskapur eins og Skeifunni, þarna, skilur. Nei, en var þetta ekki... Þetta er matur. Mús er matur. Já, djöfull fór þetta í fucking töðunum. Næstlega okkur lægir aftur. Svo sad. En Olli, sjáðu mús. Já, og neðan síðan kemur hann. Og hann kemur, og ég horfi, og það sem var svo leiðilegt líka, að ég horfiði bara á lifandi, músum var bara lifandi og leiðin upp í skíin. Herri. Mísur eru mjög sætdýr. Já, herri, síðan hann segja Jófinu frá þessu. Og ég var alveg, bara nákvæmlega þessa sögu. Og veistu hvað hún spurði? Reyndur að hjálpa henni? Reyndur ekki að hjálpa henni, spurði hún. Hefðu verið að keyra bara á máin. og ég sagði bara, hvernig? Í fokkanum hefði ég átt að hvað átti ég að gera? Byrja að fljúa, skilur. Nei, en mjög var að spyrja, ef að máin hefði komið og borðað músuna ekki flóið burt og væri bara svona jappláðan fyrir fram að bíla þeim, hefur farið út og sparkað í máina? 100%. Ertu ekki hræddur um máva? Nei, ekki neitt. Ég er fucking hræddur um máva, sko. Já. Ertu hræddur um máva? Já, nei. Jú. Ég hef oft hugsað það, ég lendi í ykkur slafi fugl, ég fokkar upp, ándjóks. En þú veist... Mástu við vorum eitthvað að tala um eitthvað, þið voru eitthvað að tala um að svanir var eitthvað hræðilegir. Þeir eru hræðilegir? Ég gríp bara í hálsun á honum. Sko... Ef svanur eitthvað svip, ándjóks. Er það samt? Herði, svanur... Hefur þið síðan að gera hérna? En svanur kemur. Okay. Svanur kemur eitthvað svona og ætlar að slengi í mig. Ég veistu hvað ég myndi gera? Hvað? Myndi bara svona
karate chop, skilur, bara í fucking hálsin. Þú veist, ertu þetta ekki stressaður, þú veist, þessum máa og svona, ég er svo hræddur við gogginn á þessu. Sko, mér finnst mest... Ég myndi að sparka í hann og hann snýr gogginn maður og bara gogginn fyrir inn í fótuna þér. Þeir eru ekki úr stáli. Nei, hvað myndir þú bara brjóta gogginn að? Jú, ég veit, auðvitað myndi ég mér finnst mest skeri þegar fuglar hvæsa. Hefur þið séð það? Nei. Þeir gera svona, gefa öndunum, daginn var ég með Oliver að gefa öndunum brauð og kemur okkur gæs upp með mér og hún gerir svona og ég bara, herru, hvað heldur ég sé að fara að gefa það fucking brauð og þetta hvæsa með hennar little fucking bitch. En hvað gera hann sér í því? Og gæsa bitch fucking hvæsa með hennar. En hvað gerir gæsin? Var hann eitthvað... Ekki neitt, hún var bara ógn okkur. Hún var bara að manipulate okkur til að fá Veit hún brauð. ekkert hvað, já, hann að manipulate til að fá brauð. Ég held hún hafi verið að hræða okkur til að fá brauð. Hann myndi missa brauðið. Hún var með svona póka brauðið. En ég veist... Og út úr pæld. Veistu, ég fer niður á tjörn með honum og ég reynir svona... Þú veist, að því það eru fjórar fuglategundir sem eru að koma, eða 5. Það eru dúfur, það eru mávar. Ég er ekki hræddur við dúfur. Já, það eru dúfur, mávar, gæsir, Hræddur við þetta allt. svanir. Mjög hræddur. Ok, allavega þessar fjórar. Og ég er svona mest að reyna að gefa dúfurum. Að það eru ekki frekar. Veitu, eru dúfur hjá tjörninni? Já, líka. Ég held ég hef bara... Hvað langt síðan ég fara að gefa brauð? Gerður þetta eitthvað sem þú áttir ekki krakka? Gerði ég einhvern tímann... Að gefa öndunum brauð þegar þú áttir ekki krakka? Auðvitað ekki. Nei, finnst það ekki það? Finnst það ekki svolítið... Þú veist, var þú... Ég held í alveg að maður eigi ekki verið að gefa hann brauð, sko. Það er einhver sem... Maður er að gefa hann eitthvað korn og banana. Já, bara eitthvað keto dæmi. Ég gefa hann bara ekki eitthvað út af því að það er fitna. Er lágt kolvetni. Ég held að sé bara... þær eru bara... Eitthvað svona, þú veist, ég held að sé bara... En líka, ímyndaðu bara... Að lendi einhverjum mega næringaskorti, skilur, og búin bara fucking brauð allan daginn. Gætirðu borða það, ef ég myndi láta það brauðsni eins og þú ert að gefa hérna öndunum. Já. Gætirðu borða það? Án þess að drekka? Já. Nei. Er það nokkuð? Nei, ég gæti gert það. Ég gæti alveg bara líf og dauð, en ef þetta er ekki bara líf og dauð ef þetta er upp á 10 skall. Ég var að halda upp á serbnesku páskan á hann. Og er það eitthvað siður að borða svona brauð? Varst það að halda upp á serbnesku páskana áðan? Hún tóks. Hvað, dó Jesú eitthvað seinna? Var hann ekkert að deyja á páskana? Ég er með kenningu að það laggi allt í Serbíu. Því jólin eru of sein og páskan líka. En er þetta ekki að þeir eru bara svona vilja fá 2 jól? Já, meina það sé ekki svona í alveg, það sé bara svíkja. Það er líka jól núna. Þetta er samt miklu betra að það sé páskar þegar við sátum út á palli á bollnum á hann. Það er betra við núna, ég bara skil ekki alveg hvað það tengist páskanum, var þetta ekki eitthvað Jesú dæmi? Jó, en það er... Hvað er páskanir? Er það Jesú að koma tilbaka eða hvað nýja? Páskarnir voru eitthvað með sko Jesú að fá egg. Nei, en hérna, veistu af hverju páskarnir eru? Nei. Er það nokkuð? Ég man það ekki. Föstudagur er þetta er svona... Googla bara út okkur er páskar. Why Easter? Ég veist bara af hverju páskar, báðið líka bara svara íslensku. Já, mér langar svona að vita Resurrection of Jesus. Þannig að ég er bara svona að spói. En var það ekki, jú, það náttúrulega er ekki páskar núna. Það var föstudagur langi auðvitað. Föstudagur langi, þegar Jesú var hengdur upp sem skraut á á spýtu og steig á 3. degi aftur upp til himna. Krossvastu dánargrafin, eitthvað, skilur? Já, akkurat, en þessna er að spáði með þetta serbnesku páskana, hvað fjalla þeir? Þetta þetta er bara trúabröð. Já, I get it, en ég menna, ok, Serbian Easter. Þetta er rússneska, réttrúnar kirkjan. Serbian style. Æ, byrju, var þetta bara eiginlega að ringja í hana til að spyrja hana, sko, ég get ekki vera með, tala eitthvað rangt. Talar engum máli. The Easter meal consists of chicken, noodle or lamb. Nei, byrju. Why does Serbia celebrate Christmas on January 7th? Já. Er þá jólin alltaf í byrjun árs hjá þeim? Já.
Hvenær nýja árið hjá þeim? Hæ, Ástin mín, hvað segirðu? Gott. Hérna, nennir að segja mér, hérna, er það ekki rússneska réttrúnakirkjan sem að... Jú. Já, ok, vá, mér leið svo mikið eins og ég væri dömm í smástund, en ég bara hafði En spurði hana af hverju, hérna, páska, hvað gerðist í gamla daga, af hverju? Ég spurjaði út af hverju, af hverju af hverju laggar allt mánuð, skilur, af hverju eru jólin í janúar? Það er farið, eftir einhverju svona gömlu dagatali. Já, sem var ekki búið... Rússneska kirkjan fer eftir gömlu dagatali. Nei. Alright, herðu? Já. Það var ekki fleiri bílastu mín? Já, ok. Ok, bye. Bye. Já, ég sé það hérna eitthvað, hérna, traditional Julian calendar. Já. En þú veist... Þar hefur það svar. En er þið semst bara, haldið upp á bara svona 30 hluti á árið það? Fattar mig? Það eru 2 jól, 2 páskar. Já, en ok, og ég segi þess að munin á páskunum hjá þeim. Þú veist, hjá okkur er þetta eitthvað svona... Má ég gíska? Já. Nei, það setja rómantíska lagi aftur. Já. Ég það er ekki rómantíska. Ég ætla að setja þetta hérna á. Og, já, ég sé nú. Og, sko, mér langar ótrúlega mikið að gíska hvað er í gangi út af, sko, ég til þetta, sko. Það gæti verið að ég sé með eitthvað rámkomundur, sko. En ég ímynda mér allavega að það er ekkit, og ekki takið þessu the wrong way. Ég er ekki að særa Serbian traditions eða Julian calendar eða réttrúna rússnesku kirkjuna. Við erum bara 2. Það er bara... Non-Serbs, hérna, að giska. Já, og reyna að læra líka. Podcastalinn er bara að reyna að læra aðra hluti. Já, það er líka, þú veist, hjá mér er það þannig að, þú veist, mér er alveg saman hvernig ég gerir þetta, bara að ég gerir þetta, skilur. En er það ekki alveg saman þá þeir gerir þetta ekki heldur? Jú, ég væri alveg meira til í það, en staðan er ekki þannig. Þú basically bara nota menningu annara sem skemmtiefni? Já, okay. Í rauninni, og þú líka. Já, hvað jólinn, aftur jól og hvað fá krakkaninn pakka frá allir fjölskyldunum aftur. Hei, mamma, manstu jólinn daginn? Það eru jólinn í Serbíu núna líka. Já, akkurat. Manstu, ég veit 9 ári, ég veit ennþá þunni þetta í gamlárskvöldi en þannig að kemur jólagjöf. Allavega, já, páskar í svona Serbness tradition. Ég ímynda mér í alvörinu að það sé ekkert eitthvað svona, það er ekkert súkkulaði, það er enginn að fela neitt, það er, þú veist, það er engin kaninur, það er engin rítir, gular hænur, þú veist. Rétt, þetta er allt rétt hjá þér. Já, það er ekkert súkkulaði. Og tjekka á þessu. Það er ekkert súkkulaði. Það er ekkert súkkulaði. Það er ekki kaninur. Ekki kaninur. Ég veit ekki hvort það er kaninur, en það er engin að fela neitt. Engin að fela neitt, það er reyndar, þú veist, jákvætt, svona generally speaking. Ertu að meina, þú veist, ég er bara að tala um að fela egg. Já, ekki eitthvað svona fela tilfinning, fela eitthvað glæpamál, eitthvað svona fela eitthvað. Já, við viljum það ekki. Nei. En ég ímyndi mig líka að sé eitthvað svona matur sem er sjálfur sér ekkert það góður. Hann er svona, að þú setur hann onni og það eru quote-on-quote páskar og það er þú veist... Bíddu, ég Ok, ég ætla að fara, ég fóð tíma fram á mér. Já, ég fórst aðeins fram á mér, varstu basically calla út bara serbneska matagerð og segja hún væri vond. Nei, jú, ég var að því. Ok, það er ekki rétt. Nei, en þú veist, mig grunnaði það. Já, þú er bara að þú að giska, skilur. Og ég sé fyrir mér, þú sagði mér eitt sem frá að, það var eitthvað svona partí eða eitthvað, þar sem að þið rífu öll eitthvað svona... Brauðið? Já. Snúðið í hring? Já, snúðið í hring eitthvað. Ég held sko að það væri á páskunum, ég var ógeðslega spenntur á hann að rífa brauðið. Það var ekki. Nei, en það er eitthvað... Það er jólunum, held ég. En það er eitthvað svona, mig grunar að það sé eitthvað... Það er hefð. Já, það er eitthvað svona hefð. Og þér mun finnast hún mjög fyndin. Þetta er, ég held að þetta sé eitthvað svona, að þið borðið kjúkling eða eitthvað og svona takið beinin úr kjúklingnum og svona brjótið þau. Það er bara hefð bara í öllum heiminum að taka óskabeinin, what the fuck. Okay. Byrju, en þú veist, allavega... Bændur á Íslandi að gera það, sko. Ég allavega sé fyrir mér... Þú ert ekki óskapeinið. Þetta segir mér að pabbiðin hafi aldrei eftir að taka óskapeinið. Ég er að segja það. Aldrei? Ég sá þetta bara í einhver bíómynd og bara, what? Ég við erum alltaf að taka óskapeinið. Já, það? Já. Svo sem fær stærri helmingin má óska sér. Ég fatt að traditionum, mest að ég óskapur alltaf að þetta sé ekki til. Já, það? Óska þess að það væri ekki óskapurinn. Hvað okkur? Nei, tjók. Þetta er mjög gaman. En ég sé allavega fyrir mér svona matabóð með, það er svolítið mikið af svona litlum hlutur sem þú getur svona smakkað. Hvað? Ok. Þú veist, það er eitthvað svona, ég sé fyrir mig eitthvað svona, þetta er eitthvað krukka og það er eitthvað svona kássa og þetta er kallað eitthvað.
og þú setur þetta gett gott með þessu hér og svo líka í forrétti köld súpa. Köld súpa? Já. Stundum með köld súpa? Já, ég fucking... En málega, veistu hvað, ég náttúrulega hef bara komið inn á 3 serbnesk heimili á hátíðum. Þannig að... Og má ég spyrja hennu, af hverju finnst mér þessi alltaf fleiri heldur en færri? Fleiri manneskjur? Já. Ertu að meina bara eins og í öllum matabóðum þegar kemur að stórhátíðum? Nei, ég að tala ég held að sé fleiri heldur en í matabóðum á stórhátíðum hjá þessari hefðbundnu íslenski fjölskyldu. Ég held að sé fleiri, ég held að sé svona þetta er my cousin, þetta er my second cousin eitthvað svona, ég held að sé meira hann. Það vilt sem náður serbum til vel. Það ekki? Jú. Ég ímynda með, þetta er svona Greek family, Italian. En það er svona, það er verið að hlusta þjóðlag, allavega, sko, ég er náttúrulega að tala bara fyrir þau heimili sem ég kem inn á. Það er svona verið að hlusta þjóðlag tónlist og það er mikið kjöt og það er mikið brauð. En páskahæm, við mættum náttúrulega bara í kaffi á hann, sko, og mættum ekki í matabóð. En að segja þér hefðina. Ég ætla að spila Anthem of Serbia. Nei, ok, ég geta ekki. Ok, já, segðu mér hefðina. Jú, það er þetta ekki. Ég fíla það ennþá frumsko. Sko, það sem þau gera á páskanum, serbneska fólkið, er að þau mála egg. Og þau mála egg og svona venjuleg egg, ekki páskaegg, sem reyndar gert annars staðar í heiminn líka. Og það sem þau gera síðan er að maður Þau mála semst bara kjúklingegg? Já. Og síðan fær maður að velja sér egg. Viltu að ég spila kannski bara vídeo fyrir þið? Já, ok, ég er að senda þér á Facebook og þú getur bara að spila þetta fyrir fólk sem er að hlusta. Þú tekur sem sagt ok, þetta er komaði. Þetta er sem sagt ég og sonur minn og serbneska hefðin sem við vorum með í gangi á páskunum. Sér hvað ég tekið þetta. Já, þetta er sendaði, ég setti þetta upp á skjáin. Okay. Þú tekur sérst egg og þú mátt velja þér egg og síðan er haldin keppni þar sem að þú skorar á aðra manneski í partíinu. Það fá allir að velja sér egg og þið sláið eggjónum saman og ef að þitt egg brotnar þá ert þú úr leik og ég held áfram með mitt egg og sá sem er með sterkasta eggið að lokum hann vinnur. Sjáðu. Ok, og sen gerir svona. Ok, 1, 2 og yey! Og pappi gerir núna. 1, 2, nei, núna gerir þú svona og pappi gerir. Og hann pappi. Stór maður. Og hvað, brotnaði á honum? Já, pappi vann. Pappi vann? Já, pappi vann. Já, hann alltaf veit ekkert hvað við erum að gera. Mér finnst það pínu cool. Mér finnst það bara geðið, skilur? Já. En finna síðan allir að borða ógeðslega mikið eggjum. Já, ég er líka, er þetta sem sagt, hvað kallar maður, þetta linsóðið? Nei, harsóðið. Linsóðið er þegar að þú, hvort heldurðu? Hvað heldurðu harsóðið sé og hvað heldurðu að linsóðið sé? Hvort heldurðu? Hvað heldurðu harsóðið egg sé? Þegar þú tekur skélinn af þá er þetta svona eins og gúmmíbolti. Já, gúmmíbolti. Já, ok. Það er harsóðið. Hvernig heldurðu að linsóðið egg sé? Í bitum. Nei, alls fokkin ekki. Í bitum. Það er bara alveg eins og fokkin hitt eggið nema inni er það svona Gúi. Já, gúi. Minnst það betra. Hellur því hann í vatni í glas eða eitthvað niður? Ef þú ert að borða linsóðið egg. Já. Það er bara fokkin borða það eins og annað egg. En ég skil samt ekki, en er það þá... Þú getur sagt að eggjabikar sem eggjabikar er bæði vegi þjónar bara einum tilgangi og það er fáránleg græða. Hvað? Eggjabikar. Er það bara að halda á egginu? Já, eggjabikar er bara svona pínlítið glas sem heldur á eggi og það þjónar bara þeim tilgangi og þetta er svona algjört eitthvað svona dót sem að minnst ríkir eiga. Ég líka bara eggjabikar. Ég finnst það eitthvað getnaðvörn eða eitthvað. Já. Ég held að sé líka að getna er það ekki? Eggjabikar svona bikar eitthvað. En mér hefði þetta, er það þá að halda sérst í eggjabikarum, er það þá að halda ertu með skurnin á egginu þá? Nú erum við að tala bara almennt út þarftu það að eiga bara 30 eggjabikar og það er með matabúða? Já,
Já, ef þú ætlar að gefa öllum fucking egg ef þú ætlar að gefa öllum í einhverju matabóði egg of course, en ég man ekki eftir að hafa En hvað farið sem bara ræktin eftir þetta? Þau? Já, þú veist hvað, ákveður að borða bara eitthvað svona Þú veist, þau eru ekki að setja eggin í eggjabökur Nei, þú veist, ég myndi bara svona hei, brotnaði og svo borðið þetta eitthvað blá skurn eitthvað, og gleðilega páska, what? Já, ég veist, þetta en við stoppum stutt í dag, sko, þannig að það var ekki matur en þú veist, síðan hitt með íslensku páskanir líka að vera alveg gjörsamlega vangefni, sko. Mér finnst það ekki bara að vera neitt, mér finnst það bara að vera frí. Já, það bara næs frí og geðum mikið nammi og við samt fórum auðvitað yfir þetta síðast, við erum báðið pirrar út í páska. Já, við fýlum ekki páskana. Nei, við fýlum páskana, en páskaegg. Já, ég fýla páskana. Og ég er ekki hrifinn af páskaeggi og mér finnst líka disrespectful að maður hendi á gólfið þegar þetta er í plastinu. Já, ég er alveg, þú veist, ég tek það til mín og ég er til í að vera meðlið þar. Er það ekki? Jú, Gerum betur næst. Mér finnst bara páskaegg vera eitthvað svona, í staðinn fyrir að bara þú myndir fá þér bara súkkulaði, skilurðu, að þá er nákvæmlega sama magn nema það er búið að setja það í einhverju kúlu og þú fær hluti sem þú vilt ekki. Og þú fær hluti, eina jelly bean, eins og við tölum einhvern veginn, fær eina jelly bean og allt í henni kostar að 7 skall, skilurðu. Og svo er eitthvað miði með eitthvað svona ekkert spes setningu inn í. Stundum geggjum setningu, en oftast ekki. Já, og stundum er þetta bara eitthvað svona sá á daginn sem byrjar hann, eða eitthvað. Já, maður er bara af hverju, já. Ok, þú vaknar á morgun. Okay. Já, ég er alveg sammálaðið, skilur. Og ég fatt ekki af hverju hefur þér aldrei langað bara að koma eitthvað engin metnaður lengur, skilur. En af hverju hefur aldrei rap-egg eða eitthvað svona, þú veist, bara bear with me, að væri, þú veist, kvót úr einhverju lægi af hinum þessum röppurum og rap-egg rap-hættir stæðan fyrir málsæti eða eitthvað. Það væri bara eitthvað Þú sérð bara ég þekki götun eins og rotta að það væri inn í egginu. Já, bara MC Guði. Mér náttúrulega að spyrja þetta, ef við förum svona út frá páskanum og það er löngu búinu páskanir. Já. Ekki bara einhverju gömlu dagatali. Fair enough. Ertu búin að tjekka á Aron Kahn, vídeónu? Getur þú slögt á frumskólahlöðinu? Já. Samt alveg kósi, en ég samt eitthvað svona að pínu nettast. Núna er alltaf hljótt, en allavega, ertu búin að tjekka á Aron Kahn? Já, maður. Hvað Hvað viltu byrja? Hvort viltu byrja? Hvaða líkamspart á Aron Kahn að byrja að tala um? Bringun á honum? Hvað viljum við byrja að tala um? Veist. Gæi náttúrulega, þú veist. Viltu byrja að tala um hvað hann er með perfect tennur? Já. Fullkomna tennur? Eða hvað hann er með fallega rödd? Mér finnst náttúrulega bara gæin, þú veist, þetta er pínu ósengjant, sko. Já, hann er cheat kall, skilur hann er búin að fucking work for it, sko. Ég var þannig pínu cheat kall áður á massa, núna er það bara, hey girl, leave some for the rest of us. Já, þú veist, ég veit það. Og svo eitthvað, ég ætla ekki að gera vídeo, getur við gert bíómynd? Já, ég veit það. Getur við látið að lúkka eins og það kosti $300 million? Hvað myndir þú halda að, svona real talk, að ef svona vídeo nákvæmlega eins og þetta ef er þið ekki unnið á neinum vinagræðum eða neitt ég ætla að skrifa upp hann sem ég myndi halda í lófan á mér. Ég skal skrifa upp hann en töluna. Ok. Ég er náttúrulega að gíska fyrst hann. Viltu skrifa í lófan á það líka? Já, mér finnst það töff. Já, að gíska hvað það myndi kosta. En Aron Kahn var að gefa út nýtt lag, eða 2 lög að einhverju leiti á YouTube, en nýtt lag á Spotify sem myndi flýga upp og nýtt vídeo og bara hella þetta er bara fucking geð. Ég fór át í bíó ég fór frumsýningu í bíó Eiríksvöll og tók Oliver með þá og fyndi það búin 1 sekúnda þegar Aron Kahn liggur allir í blóði og Oliver var bara út bíl. Herri, ef að giska hvað þetta kostaði? Ok, þú lest í lóan minn að þá erum við að giska hvað þetta ætti í raun að kosta. Já, ef það var engi við henni græður og það er bara að borga full price fyrir þetta. Ok, vilt þú lesa fyrst? Já. 15 mils. Já. Tjóka mér. 15 mils! Þetta myndi ekki kosta það. What the fuck, bro? Ég myndi alltaf það. Já. Ok.
Ég ætla ekki eins og fara dángrið þetta neitt. Ég að segja bara, þú veist... Þetta er bara 11 mínútur. Já, ég að segja, og ef þú ættir að borga... Þá að tala að borga bara allir full price. Skilur, þú var að borga kvikmyndatökumanni og var að borga stílista og var að borga hinum með þessum. Og þú veist, eitthvað svona 3D set designir einhverjum og... Já, 100%. Ef við 15 milljónir væri þá bara ekkert fjarri, en ég held ekkert mikið meira, skilur. Nei, ég hugsaði fyrst 20 og svo svona, nei, málið að þeir, þú veist, já, ég held að 15... Þetta ekki hlutlagt, skilur, það ekki hægt að sér ekki einn gaur sem rökka 4 mils fyrir eitthvað annar gaur sem rökka 200 skall fyrir eitthvað, skilur, það svona... Já, ég þarf að veðja líka, þú veist, að þó við værum að, þú veist, að yngi vinegreifur svona, mér þættir svona svo líklegt að gæðinni sérstaklega í 3D-vinnuna svona, að þeir væru að vinna, þú veist, bæði bara án þess að vera í vinnunni, þú veist, að hugsa þetta og pæla í þessu og teikna og ímynda sér án þess að rukka fyrir það, skilur. Mér er svo cool við þetta vídeo líka að lagið spilar ekki aðalhutverk, skilur. Lagið soundtrack við vídeoið, ekki öfugt. Þetta svona... Að vídeoið soundtrack við lagið? Já. Þetta veist hvað ég meina. Nei, við erum ekki að horfa á hann syngja, skilur. Nei, við erum ekki, þetta og lagið dempast niður og síðan kemur aftur upp. Þetta svipað og þú gerir þarna með, Úlur, meðan ég ungur. Já, meðan ég ungur. Það var bara eitthvað svona... Já, það var bara eitthvað svona... Veistu hvað það orðið gamalt? 10 ára. 10 ára. Já, 10 ára í ár. 10 líður tíma maður. En með þetta Arm Academy, þú veist, að mér varst til að byrja með, við fyrir aðeins bara svona, tökum þetta prótið aðeins, að mér varst að mista póster, þú veist, og þú veist, þeir eru svona, þetta er alveg svona augljósta stælingar af einhver svona sci-fi Blade Runner dæmi. Sci-fi 80s dæmi, en þú veist, en mér finnst þið samt, þú veist, góða með eitthvað svona nýtt inn í það og mér finnst það aldrei eitthvað kopí af einhverju. Mér finnst líka bara fucking cool þetta er náttúrulega lag sem að hann og Þormóður gera, það sem að mér finnst svo ógíslega nett við þetta lag bara nokkur hlutir. Ég ætla bara aðeins að spila úr því. Hvað er hérna? Ég elska það þannig að það lagið verður bara öðru í sitt, það kemur öðru tempó. Já, fyrsta lagið finnst mér svo cool hérna vókalvinnslan sem að kemur hérna. Ég fara fram í það. Svo mikið væp. Hægt að tala við sálina mína, Gaur. Já, þetta er hérna. Þessi fucking vókalvinnsla, hvernig svona, þú veist, Þormóður ekki að pitcha niður 8, skilur, en það er verið svona, með líður, eins og... Ég var pínum lengi að vennast þessu, en ég dýrki þetta nú. Með líður eins og ég að taka eiturlyf, skilur, með líður eins og ég hafi fengið að fara á pínlítið tripp í 3 sekúndur, skilur. Já, í hans heim. Já, hans heim í Júpíter, skilur. Og hérna, síðan er annað, veist hvernig bítið er hérna, síðan verður bítið svona. Mér finnst þetta ekki að þið. Hérna komur auka sner, skilur. Og síðan bara breytist lagið yfir í bara pjúra. What the fuck, þetta er ógeðslega gott, sko. Mér finnst náttúrulega, ég er á því að, mér finnst þetta mesta svona bara talent sem að Ísland hefur séð, sko. Þú veist, það er talent, þetta er svo effortless. Ekki gleyma því að motherfucking Aron er tvítur. Það er það sem ég er að segja, þú veist, hann er ekki... 21, hann verður 22 Ég held að hann sé ekki í artistic prime, skilurðu. Nei, ég held að hann á eftir að píka. Já, þú veist, og ég trúi því að, hérna... Þú veist, hann er búinn að eiga run, og er að eiga run, og er að eiga bara amazing run, en ég held að hann eigi eftir að... Ég held að það sé ekki búinn að gefa besta lagið sitt, skilurðu. Já, nei, vá. Þú veist, það 100% ekki, sko. Ég held að hann eigi, hérna, þú veist, Tamurtel, hann er líka fucking duglegur. Hann er humble, skilur, hann er honest. Bara virka mjög svolítið gæði, sko, en hérna... Djúður er að vera með off-peppan, ef við ekki segja eitthvað, er hann ekki með ljóta tæri eða eitthvað? Nei, potið ekki, potið bara ógíslega góð lykt og hann alltaf reyna sokkum. Okkur sé hann bara fyrir mig þegar hann er heima þessu, hann er með svona eitthvað bómul á milli tásana. Ég fara heim til hans, það er bara, veist, og ég kom heim til hans þegar hann átti ekki vona mér. Geð trínt. Það er pínpyrrandi. Sko, flestir... Hvað er þetta felagur?
flestir sem að þú kemur heim til þeirra og þú öfundar svona dálítið hvað er mikið hreint og fínt heima þeim, prófið bara að fara til þeirra á þriðjudegi og spyrja hvort þið með pissa, skilurðu? Þá myndi ég myndi alltaf bara, nei, það er ekki hægt þarna, ég læstum úti Veistu af hverju? Af því það eru allir jafn mikla söpur á þú. Já, Og ég er ekki að tala um þig persónulega, ég er að bara yfir tala höfuð. allir, Bara þeir sem eru að hlusta. ég er bara allir sem að Ég eiga samt sko- heimili. En hefur ekki tekið tarnir það sem að ég man eftir, ég held bara svona ógeðslega hreinu, ég ætla að reyna ekki ekki, en mér minnaði að vera alveg svona 2 mánuðir, það sem að var bara, ég búið alltaf með rúmi, var alltaf að þrífa, þú veist. Ég þríf okkur einsta degi, ég ryksa okkur einsta degi, ég geng frá eldur svona okkur einsta degi og heima á mér er ógeðslega mikið að dóti samt. Veist, bæði finnst mér, ég er ekki... Barnastöf, fæntalega. Já, og líka bara, ég á mikið af fötum, ég á mikið af skóm, ég á mikið af, þú veist, plötum og bókum. Ertu búin að gera eitthvað cool úr skónunum? Þú veist, ég á líka á mikið af skóm og mér langar að setja upp svona eins og vegg, bara fullan af skóm. Já, en það sem mig langar helst að gera bara er að setja bara kassa, svartan, skilurðu, sem bara hylla, sem bara með skóminni. Mér finnst bara svalara að þeir séu... Fallnir. Já, og þú veist, þetta er ekkert eitthvað, það er alveg gaman að sjá fallega skó, en þú veist, þetta er alveg svo bara eitthvað svona að hengja upp derhúr. Hvað er í fucking 14 ára, skilurðu? Ertu með hengdar upp derhúr heima? Nei. Svona, ertu með svona 4 derhúr? Nei, ég fyndi, ég var með hann hér á 14 ára. Ég líka. Ertu að djóka? En mér finnst þetta svona ekki... 59-50 derhúr, eitthvað svona. Ég er með svona skóhillu og þegar komum gestir, þá setjum stundum bara fallegustu Jordan Pörn efst, skilur? Ég er alltaf með flottust, ég á mikið að hvítum skóm, ég set alltaf bara alveg allra hvítustu efst og Já, svo dalar þetta bara gamli konverskúr og... Já, auðvitað gaman að gera þetta, en Mér finnst það líka bara, mér þetta pínu töff eins og ég er ímyndum mér þetta, þegar þú lappar inn hjá mér það er svona smá gangur, það er allt fullt af skóm allan ganginn, það getur verið bólinn, sko. Mér langar sko, ég veit ekki, kannski maður þyrfti bara að heyra í Solid D eða eitthvað og fá ég var til að vera svona þrefplan. Heyri hverju? Solid D? Solid Diego? Solid D, gett eitthvað, er það street name eða? Ég þekkir enginn eitt sko. Solid D. Herri, ef einhver sem er að hlusta að þekki Solid D, þá, væri ekki bara príma, bara hún væri gestur. Jú, í podcastalunum. Ég er ekki fucking djóka. En hún þarfst að vita, við erum samt bara örugglega ekki að fara að tala mikið hana, við erum bara að fara að fá ráð frá henni. Já, þú veist, já. Þú veist, af hverju vilja allir þrýja með edik þegar það er ekki svona það góð lykt að þið? Ég var alveg til að fá svolítið til að segja mér bara, þú veist, hvað ég á að gera. Hvernig þú átt að baka döðlur? Finnst það ekki eitthvað sem hún pottgóði því? Gera eitthvað svona góð döðlukökur eitthvað? Á ég prófa að googla Soladi döðlur. Já, ég er ekki að tjóka. Solrún Diego. Ég skal lofa hún með eitthvað uppskrift. Ekki þú googla Ok, hún er pottitt með eitthvað uppskrift fyrir eitthvað svona döðlukökur. Ok. Bingo. Býtu. Fyrstu 2 fréttinar eru leinivopn Solrúnar Diego í eldhúsinu. Og ég opna það. Viltu vita hvað það er? Það er ekki döðlur. Það er pottitt fucking döðlur. Býtu. Allar. Herri, það er ekki döðlur. What? Púðursykur bacon. En þú veist, það er Púðursykur fucking bacon. What? Púðursykur bacon? Ertu þá að, þú veist, ertu að borða snúð sem bragðast þess að svín? Það er ekki, hún Er hún ekki proud of, þú veist, ég skal svona lofa þér ef þú fer heim til hennar, hei, vilt döðlur? Ég skal lofa þér í baconið, sko. Já, hún er allavega ekki, Þú veist, það er svona ákveðin lein af svona Instagram, stjörnum og þetta er svona, þú veist, hvað kalla með þetta? Er þetta svona eitthvað mömmu Instagram eða eitthvað, þú veist? Hennar, nei, ég held, sko, Er það heimilislífs Instagram, fattar mig? Já, hvað maður kallar það? Ég verð bara að viðurkenna, hún er eina sem manneskjum sem bara, ég veit fucking hver hún er, skilurðu? En maður veit lítið hana samt. Ég veit alla leið hvað hún er og ég veit hvað hún gerir og maður er náttúrulega séð fullt af fréttum og maður er alveg opnum fréttir og okkur svona dæmi en ég held, hún er bara kóngurinn í þrifum. Já, þú veist, en ég held hún sé samt líka og hún er að gefa út bækur og hún er eitthvað að elda og eitthvað svona sem þú veist, heimilislíf myndi maður ekki segja bara lífstíls stjarna eða eitthvað. Nei, þú veist, er þetta ekki samt meira bara lífstílinn heima hjá þér? Myndirðu kalla hana áhrifavald?
Já. Mér finnst það svo neikvætt orð. Mér finnst þegar fólk búið orðið svona... En alltaf orðið sem slíkt... Veistu hvað það er? Að því að hún er ekki... Þú ert áhrifavaldur 100% sem tónlistarmaður, fattar mig. Já, en þú veist hvað social media influencer, það tala það bara. Já, að þú sért bara eitthvað, þú veist... Hún var það, en er það ekki lengur. Núna er hún bara eitthvað household name. Hún er bara eins og Rikka eða eitthvað, I don't know. Soladíma hún er hérna... Hún er next level, hún er Rikka 2.0. Hún er pottet... Heitir hún ekki Rikka? Ef að giska hvað hún er margar followers? Ég ætla að segja 50.000. 20k. Nei, 25k. 40k. Herðu, 43.000 followers. Og hún er með loka Instagram. Þannig þarf að... Herðu, ætti ég kannski að loka mínu Instagram og sjá hvað ég fæ margar followers út af það? Testa það. Að gera? Já. Heldur að eyðast nokkuð eitthvað fólk út og svona út af það? Nei. Á ekki að gera það, sko. Ok, ég ætla að prófa að gera það. Þetta er náttúrulega væntanlega með öllum followers sem ertu með nú þegar. Núna bara ef það komið nýjir, þá þurfa það að... Já, ég testa eftir. Ég er ekki að finna út í það með að vera mjög Nei, en mér finnst En allavega, fá hana, segja okkur hérna, að því ég var til í að fá svona þrifaplan og það er potti, vissu hvað, ég get lofa þér að það er eitthvað lið sem hlustar á okkur sem er eitthvað og ég er ekki að segja hlustundu podcastalans séu það, en það er alveg örgulega einhver hluta þeim algjöru fokkin skíta pesar. Mér finnst það líklegt með við spurningarna sem við fáum inn og tjók, ég veit ekkert nú. Maður færar, jú, sumir mjög stig. Les sumar spurningar sem við fáum inn og ég hugsa bara að það er mjólkurferðin eitthvað staðar heima hjá þessum sem maður veit ekki af. Já. Nei, mér finnst Sola-D, mér finnst það alveg fínt nafn. Sol-D. Sol-D. Ég heyrði fyrst Sunny D og ég bara eitthvað, ég veit ekki alveg hvað er. En mér finnst hún og hún er, held ég, þekktust fyrir að núna, já, edikdæmið. Þú veist, og heima hjá mér, ég keypti ekki bæði, þá fann ég bara svona brúsa sem er bara eins og svona glerheinsir, þú veist, bara eins og allir þessi brúsar. Þú getur keypt 30 mismunandi flösku en það gerir alltaf sama. Þú getur gler og það virkar líka á borðhöðuna, sko. Þetta er fucking heill þáttur. Að tala heldur að skipta einhverju máli. Það óþarfa hlutin inn í eldhúsinu. Ertu að tala að af hverju á ég einn brúsa sem er appisínugulur og heitir eitthvað þrifhreinsir og hann er og á þeim brúsa er mynd af eldavél og klósetti og svo er annan brúsa sem er bara mynd af eldavél. Akkur má hann ekki fara að fucking klósetti líka? Já, og svo er annan brúsa sem er bara gluggakistur. En veistu hvað er næs? Veistu hvað þetta er góð markasetning? Þú ert að selja ykkur þrifavörur og þú setur auðvitað bara eitthvað spritt og matalit í motherfucking brúsa, skilur. Þetta er bara sem að gera remix á öllum lögunum. Já, og síðan setur bara mynd af ykkur, skilur. Ef ég væri að selja CBD núna, vörur sem ég er að gera, ég ætti að prófa að setja bara myndafokkin hund á umbúðunar og sjá hvort fólk fari bara að gefa bara hundum CBD-ið. Það myndi pottið gerast. En það er hægt að gefa, by the way, við erum búnir að, við hefum fengið þessa fyrirspurn. Og það má... Fólk er að gefa dýrunum sínum CBD okkur, sem er alveg snilt. Á gaur sem keypti og hvernig finnst þeim þetta? 25% olíu daginn fyrir sig og 10% olíu fyrir hundi sinn. Hei gaur, sparaði peningin. Nei, maður. Hvað hérna? Hei, það er lið sem að... Hundurinn drifst í bakinu eða öxlunum eða... Hei, já, hundar geta líka drifst í bakinu. Hvað, ég þarf að veðja, þetta er bara eitthvað væp. Þetta er ekki... Nei, maður, það er alveg talað. Það er lið sem á veik dýr og það gefur í CBD og það er bara stór fokki munur á þeim. Er það í alveg? Og hvað, þú veist... 100p. Og eru hundarnir bara lífsglaðari, skilur? Ég veit það ekki, maður. Ég á ekki fokkin hund. Ég á ekki veikan hund. Mér finnst það ógst og gott. En já, mér langar aðeins að klára með etikið. Ég sé að brúsa, þetta er svo glerhensir, en stendur etik á þessu. Og ég held bara... Hvað er etik? Ekki hugmynd. Ég held bara að borða þetta til þess að komast fram í okkur pissutesti eða eitthvað. Ef maður drakk þetta. Ef maður drakk mikið etik, þá kannstu klíra pissu. Ég borða eplaetik í töfluformi. Já. Er þetta wow, er þetta til þess að hreinsa inn í þér? Er það hreinsaefni, veistu hvað er að tala um? Er það aðlega hreinsaefni fyrir humans og ég held að etik er svona töfraefni, sko. En þú veist, en mér finnst það eitthvað við það. Ég bara, ok, ég skal fucking nota það. Og það var eitthvað svona síðan bara eitthvað, ég kom mér svo sem ekkert óvart, það var bara eitthvað svona etiklykt og það fer samt síðan. En málið, þetta er svo, ég hef notað etik til að þrýfa... En af hverju er ekki bara góð lykt? Ég hef notað til dæmis etik til að þrýfa henni í ískáp, eitthvað svona íldufílu og þú veist, og þá kemur smá etiklykt í smá stund en síðan, þú veist, fer skíta og fíla. Það ertu bara að berjast við eld með eld, skilur? Vond lykt með vondir...
nei, þetta ekki þannig, þú veist, þetta ekki svo sprauta. Edik alveg, maður fær svona pínum með svíður í nefið. Þetta eins og þeirra svona sveittir gaurar sprauta sér rakspíra, skilur við. Þetta hreinsefni. En eitthvað verra en að sprauta sér rakspíra þegar maður sveittir. Eitthvað fokkin verra en þegar maður að kapna úr rakspíra Þú veist, hefur labbað inn í bodyshop eða eitthvað og fengið bara höfuðverk? Já, ég labba fram með fólki, það eru vissa típur af fólki sem labba fram með mér og þú getur alltaf gefið því að svona, þegar fólk labba hratt fram með mér í kringlunni þá tekur svona 1 sekúndu fyrir lyktina að koma. Við skulum tala um. Já, vá. Og ég hef lent í að fólk að labba og ég er svo, að ég langar ekki að finna fokkin lyktina þess. Má ég segja eitt í Hefur ekki lent í þessu? Ég hef lent í, ég skal koma ég bara gera þetta bara mjög reglulega, sko. Já, en ég ætla að koma aðeins íktar dæmi og þetta hljómar sé að fokkin íkja en það er bara ekki raunin. Ég var einu svona að vinna bara að afgreiða verslun og það kemur maður og hann svona, þú veist, stór og mikill og svona og hann sest á gólfi í búðinni og það er svona fyrsta mitt bara svona, hver startu maður, hver sest inn í búð? Það er mesta pínu fucked up. Já, bara ekki á hann bara. Hann ekki bara fatlaður eitthvað, skilur hvað meira þú veist, hann var alltaf bara, þú veist, einn og mér fannst ekkert eitthvað, ég gæti ekkert séð á hann. Áttur mjög vennilega samræði við hann áður en hann settist? Nei, ég átti aldrei samræði við hann, ég sá hann bara sitt svo fer hann burt og það er eitthvað svona, það er mjög vond lykt inn í búðinni bara og það er svona bara svita, ég ætla ekki að segja pollur, ég ætla ekki íkja, það er svona eins og að þú er sett bara blauta narjur á gólfið og tekið það strax upp. Já, en tjekkað á þessu. Nei. Að þú gast lyktina. Ég var bara eins og svona spórhundur. Ég er ekki að djóka, ekki fokkin djóka. Og hvert eldur hann? Hvað var hann? Sko, ég alltaf var... Eldur fokkin, en síðan alltaf finnast í heimi að þú hafi verið að elda bara svona Scooby-Doo og baka. Já, nema ég... Scooby-Doo og svona pumpkin pie í teikning. Svona, varstu liftistu upp á nefinu og elda lyktina? Sko, basically nema, þetta var eins og þú varst að segja, ég tók svona og labbaði eins áfram og hélt áfram þá ég var komin fyrir hotn, við erum að tala um örgulega 100 metra frá versluninni og þá sé ég að labba. Varstu úti eða var þetta inni? Þetta var inni. Já, þetta var inni, ok. Það var í verslunum miðstöð, sko. Já. Þannig að ég eldi hann út í búðinni, labba og sé hann síðan, ég fann réttu leiðina. Ég vissi ekkert hvort það fótt við vinstra að hægri en ég fann það bara lyktinni. Finnst þetta ekki pínu magnað? Minnst það bara... Og þetta var svona lykt. Fucked up. Þeir segja að þeir svíður í nefið eitthvað lykt. Getur ímyndað lyktina? Ég skal segja það. Fær tár í augun líka? Ég efast að ég sé að fara að særa manneskjuna sem að gerði mér þetta. Já. En ég tók taxa fyrir, það er ekki svo langt síðan, sko. Ég ætla bara að setja tímalimit á það. Það er innan við ár sem ég tók taxa og eftir taxaferðina þá fannst mér eins og gaurinn ætti að borga mér. Það var svo mikil svitalykt. Hefur lent í því að fá höfuðverk út af lykt sem er ekki eiturefni, skilur bara já, það meinar bara svona líkamslykt. Ég er ekki að tjóka, ég man líka bara frá miðbænum og heim þá tók ég kannski max 10 andardrætti að því ég þurfti svona, ég fór onni í bólið minn og hélt sér niður með andanum og síðan var ég bara, að berjast við að anda ekki út að því ég vissi að þegar ég væri að fara að anda út þá þurfti ég að anda aftur, skilur við og þetta var... Og finnst þið ekki ógslið, ég myndi ekki að borða eitthvað svona molecules? Jú, ég átti bara hefi erfitt með þetta og síðan var ég bara komin heim, skilur og ég fyrir út af bílnum og ég er ekkert tjóka, þetta var svona, það var eiturefnilegt, skilur eiturefna fucking lykt. Ég hef fundið mjög stæmt Mér langaði að segja eitthvað, en ég bara meikaði ekki. Mér langaði að segja bara, heyrðu, án þess að vera fucking dónalegur. Skiptum líka, maður. Nei, þú veist, bara án þess að vera dónalegur, bara fyrirgefðu, en þú veist, það er í alvöru talað, Ólíft. Nei, það er búið að vera þjáning fyrir mig. Og ég er ekki að djóka, ég er ekki að íkja neitt. Mér leið líkamlega hræðilega, skilur við. En heldur þú að, hefur ekkert komið eitthvað svona... Stopp, og það var samt svona fucking hurð á milli, svona COVID-hurð. Új, en geta verið farþeganir undan? Já, geta verið. En ég fá hvað það út mér sem ég það að segja. Geta vel verið. En heldur að fólkið, þú veist, ég er kannski aðeins að miða við. Fólk sem er vondlykt að vita sem vondlykt að þið? Nei, ég held ekki alltaf.
Nei, veist, Ég held hefur, stundum ekki. hvað heitir eitthvað svona fúkkalykt eða eitthvað? Já, fúkalit. Ég hef lent í því, það var eitthvað svona Ég tala bara svona Jú, það var eitthvað svona miglaði þvótta þetta var eitthvað sem skildi eftir og lengi og ég fann þetta í og ég man að þá var þetta kærstum og var bara eitthvað ógeðslega lyktar fann ekki neitt sko. Já. En mér, ég kunni alveg að meta bara, það er vond lyktar ég bara, wow. Mér finnst að ef að viniðinir eru andfúlir þú veist ef að viniðin er með hór ef að viniðin er með blett á sér eða mat í skegginu þú ert ekki að gera hún neitt greiða með að kommenta ekki á það. Nei, ég er sammála nema með andfíluna, þá myndi ég freka bara svona hei, langar í tyggjó, ef hann segir nei þá búm, út með andfílu fá það tyggjó. Mér finnst alltaf að segja bara hei, veist, ef þetta er eitthvað óbærilegt þú veist, ef ég er í þeim aðstæðum ef fólk er andfúlt og ég er í þeim aðstæðum og ég bara, þú veist, ég þarf að fucking díla við það. Og áhuga líka fólk sem er andfúll vill alltaf vera svona nálægt maður. Ég verð alveg andfúll, skilur auðvitað verð ég andfúll, ég bara já, en þú veist, maður veit alltaf að maður er andfúll. En ok, ég taka svona dæmi það sem að enginn sagði neitt og ég þurfti að segja sjálfur ég var að fara sund með félagum minn daginn vinum mínum og ég er að drífa út af því ég er að borða makrós ég er að tellja honum með kaloríur og svona dót sko og sem sagt shoutout á Inga sem er með það, Ingi Torfi fyrir norðan, ég er bæði við að fucking komast í geggja form huge, bro. Þetta er það sem ég vil vera samt en takk fyrir það herriði, og ég borða harfisk ég er að drífa mig að borða prótein ég er að fara sund og ég borða harfisk, síðan fer ég út í bíl og búin í bílnum svona mínúti þegar ég alveg bara, þú veist, vildi bara láta ykkur vita að ég var að borða harfisk, sorry með það og þá sagði félagið mér, já það er fucking harfisklykt það er mega harfisklykt Já, þorði ekki að adressa Það er ekki að adressa, ég adressa það, skilur við En hefur til dæmis eins og það sem ég veist ógeðslegast mér finnst þetta ógeðslegast öllu, við gætu verið minnst á þetta í pókastunum áður að gæi fæ sér pulsu fæ sér sopa af drykk nei, betur, ég var með drykk gæin sagði, má ég fá sopa hann var nýbúinn að borða pulsu og ég er svona, veist, ok, letum fá sopa og svo fæ ég með annan Á hvernig? bara svona, hvað, Dós já, þetta var svona Pepsi Max Fæstu betur upp við Nei, wow, þá er ég bara ennþá trámeraður, sko. En, ég tók annan sopa og ég fann svona pulsubragð. Þetta er ógeðslega sem ég lendi. Já, þú veist, skilur þú. Já, þú veist, þú mátt alveg segja þetta sé ógeðslega sem lendi því mér finnst þetta fucking viðbjörn. Er það ekki? Auðvitað, mér langar ekki að deila pulsu með neinum, skilur þú. Ekki í neinu formi. Ég til að deila pulsu með börnunum mínum, skilur þú? Það er bara extension of yourself. Já, og ég til í, daginn þá tókum við á ákvörðin eitthvað að vera hræðilega fucking hugmynd að við vorum söng og velduðum ekki neitt, en ég og Jóhanna fórum að kipta okkur 4 pulsur og borðum hann í bílnum. Þú getur alveg bara brent bíliðin, skilur þú? það er bara... Herðu, veistu hvað gerist ég? Hvað gerist? Ég var að borða pulsu og ég setti eina pulsuna svona á mælaborðið og það datt, þetta gerist í alvegni, og það datt svona duttu 2 steikti laukar inn í miðstöðuna. Og ekki kom. Já, en síðan gleymi ég þessu bara, það var ekkert eitthvað lykt eða neitt. Herri, síðan er ég að keyra 2 vikum seinna á Akureyri þegar allt í hennu fæ ég svona og ég eitthvað, hvað fokkarum var þetta? Hvað var, herri, og Jóhann tekur þetta upp. Var þetta ekki fokk steikti laukurinn? Er miðstöðin að blása svona fast? Greinilega. Fekkstu í alveg bita? Ég held að það kom bara lykt. No joke, fekk fokkin bita á mig, en 2 vikur seinna, það kom ekki lykt. Steikti laukur er ekki eitthvað fokkin vond lykt af einhver steikti lauk sem er eitthvað... Ég mynd, ef það væri 2 korn steikti laukina, þá var það ekkert eitthvað þjást. Nei, en það væri vift á bakviða. Ég held ekki. Herri, við erum konar á tíma, bró. Já, vá. Við erum búin að, ég held að það sé lengst í podcastafátturinn. Hvað er hann fucking langur? Mér sýnist þetta að vera... Nei, þetta er bara rúmu klukktími. Já, fuck it, það er fínt.